ætla að fara frá því að skrifa þáttinn, klára handriti, taka hann upp, animita hann, klára hann, delivera efnið og setja því í útsendingu. Útsendingu á lögðu. Veitu, var þetta alltaf svoleiðis? Já, og þeir halda það áfram. Ég meina, sum stúdíu kannski byrja og halda þessu, það er ekki mikil peningur, skilur. Simpsons, ég meina, til að byrja með það var high budget, og verða vinsælt og fá meiri tekjur. Þannig að þeir fóru stundum kannski að lengja þess ferli. En þeir í South Park, þeir fíluðu bara þetta. Þeir líka það góða við það, þeir eru alltaf topic alltaf eitthvað sem er að gerast á þeim tíma. Þeir taka bara eitthvað topic fyrir sem er bara ongoing þessa vikuna. Já. En síðan er þetta sko, þetta er bara brútal brætt samt sem aðeins, þeir sem fara, og það er alveg gaman að fara í stólusöfnum, það er gleðilegt að vera þar. En þessi fólk verður að skilja, þetta er brútal staðar. Þetta er til dæmis á Heimstól í London sem voru að gera þetta í Avatar og voru að gera í Guardians og voru að gera líka núna í Bullock Game Game-myndin, Sandra Bullock Alfonso Cuarón-myndin Clooney og hún er crap. Já, Tomorrowland. Nei, svo undan sem Sandra Bullock leik í. Þetta spænsk leikstjóri gerði og það sé eitthvað Ok, dæmi það. Það var náðan það sem var að vinna allir sem fremstóð það. Það var bara gitt svo Spáni. Það er í mótum, það er flóið út, það er fljúa mótum flóið til Spánar. Það gifti sig og það var komin aftur í kvöldum að vinna þetta aftur. Það er svona, það er unnið 2048. Maður kemur sem þið að sofa. Þetta er ekki fjölskyldan, þetta er svo þetta í kvöldu skilnaðarsögnan. Það er fólk sem ég veit það bara skilur. Þú ert ekkert heima, þú ert ekkert með kæristinn, þú veit það bara. Við erum með fólk hérna sem búa í ferðartöskum sem er 10 ár lengur. Þau koma hérna, vinna 6 mánuði, 8 mánuði, 12 mánuði, sem bara fara á næsta stað. Þú ert í Íslandi í dag, Pólland á morgun, Kanada hinn, Frakklandi kannski daginn til dag, sem þetta er Luxemborg, þú átt heim og þú átt heim í ferðartöskum. Þetta er bara farandi verkamannabrans. Þetta er ekki dólið til dæmis og mjög græðandi allir í balletdansari oftur fólk sem er tekið sjálf, það er bara fólk sem bara flakkar það heim, bara flakkar þeir, nú er ég að dansa hér í París, því félagi eitt og í Náni og bara í London, en nú er ég bara að dansa alltaf. Og eina fólk sem hittir umgeistur að þeir dansa. Þetta verður því svona insular heimur. Og það var spennandi og gaman að gera þetta. Og líka er þetta að horfa á Life of Pi doktor. Já, ég sá aðeins það dót. Það er Raymond Hughes. Raymond Hughes er engin víktig sjoppa. Raymond Hughes, allir þekki Isla. Raymond Hughes var ekkert minna en Isla. Raymond Hughes bara gengur mjög vel lengi og annað. Það voru svona sérhæðir líka að það var bara dýrpál. Það byrjuði þar, það voru með bara live action dýr, settum mun. Þannig að þeir voru svolítið í því svona að Life of Pi var svolítið þeirra. Það þeirra, en mála þeir eru ekkert reglum með þessu. Og það var sælilega, Fremstóri í Bandaríkjunum var ekki skrifið borgar með þér í 20 ára samfélagum. Það var ekki Fremstóri þegar hún þetta að borgar með þér. Það var vinnu í Flórida. Nei, það var Digital Domain. Stór sjoppa og það var að vinna, já, borgar með þér, þetta var skall. Og þú var ekki að veist það. Já, við skulum ekki að tellja kannski hvað. Nei, þetta er raunveruleikinn þetta. En enga síður, þá er þetta ógeðslega skemmtileg. Það farið að vera lifandi, skapandi, dótið. En að fara inn í hann, það sem ég alltaf líka með fólk horfir á stóru húsum með stór drauma og það er allt frábært. Jú, en líka nei. Því að ég þekki fólk sem var hjá Disney lengi og sem bauði DreamWorks að stela til óskum mikið talentum frá Disney. Þeir buðu þeim prósentur í myndunum. Því áður fyrir fyrst bara stuttnum og derhú. Það er bara ongoing joke. Þú var hæði, við grættum $300 million myndinni. Við stuttum og búið á derhú. Ég vildi þetta vera joke en þetta var that's kind of what happened. En þá var reyndið að segja, komið til okkar. Það fór fólk yfir. Og segja, fór bróstunum? Já, þetta er að koma þess að gera. 5-6 liða, enga bróstur. Og allir heldur þetta yrði, þú veist, annað en rottan. Þú ekki um mig rottinu, allir fara að vinna eitthvað annars, öðruvísi. Það var ekki, ég enda með þetta business, þetta harður business. Og það sem er gott inn á bransan er, þú veist, fólki sem umgengist. Þú fara að vinna með skemmtileg fólki, að gera skemmtilega hluti, þú fara tækifæri að skapa og vera að gera. En aldrei gleyma hvað sem við bíum undir annað business.
nobody gives a fuck um þína tilfinningar eða creativity. Ég bara bottom line. Ef þú býrð lengur sem skapur, núna Guardians myndin, ekki Galaxy, þetta Guardians teikning sem var að gera, hún tankaði bildið mikið. Viðbröðin hjá DreamWorks var rekum, rákur 300-400 af fólki og bara annaðurum. Nei, bara floppaði myndin, eða? Hún floppaði, hún bara græddi ekki þessi ætlið sem hún græddi og þá bara rákuði bara 300-400 af ekkert einhverjum aukvisar, bara topp fólk bara út á göttu, dröfðu út. Og það leit þannig út, menn var að segja ef Home myndi tanka líka núna, menn bara héldu hún myndi tanka hvað annað þess á leiðinni. En þessi bjargaðinni, það var ekkert á mótinn þegar hún kom á forskana. Það var ekki sagt. Hvaða mynd var það? Það var einhverjum geimveru sem var að fara heim. Það nýjasta DreamWorks. Já. Og hún ekkert sterk, hún svona lala. En hún bara græddi því að það var ekki almennileg samkeppni. Svo hún náði einhverjum peningum. En menn hræddu við Mumbai Monkey myndina. Og How to Train Your Dragon, það ekki búin að það var sér stóra, græddi ekki alveg það sem menn ætlist að græða það. Og þetta líka businessin að breyta, þetta er eins og með Netflix og allt þetta. Þannig að þetta er svona nýr miðlar dett inn, þannig að markaðin svolítið líka á einhverju svæði sem bara... Sjónvarp er ekki lengur þess að kvikmyndir ekki lengur þess að voru, en það sem við vestum þess að DreamWorks er fjárfesta ókvæmst mikið í Kína. Það er svona skemmtilegt dótið. Kemur það lítið við, en þeir ráðast á staffið það. Þetta er launakostnaður og þetta dýr. Það er það fyrsta sem við höggum á í. Þetta er bara fínt, við viljum alltaf ráða nýtt fólk. Það er svona, og það er því tilfinningu við þetta sem er voða leiðilegt. Þetta er fullt af talented fólki sem bara þessum farið svo litlar sjoppumenn sem hafa miklu þess að búa til svona litlar sjoppur. Það sé aðeins vera vald. Og það sé ekki alveg tryggir, það er menn vilja oft vera það. Það er bútík sem hefur mikið að skoðið kredlistan á stórmyndum. Þú sérðu CGI-dæmi, sérðu stóru stúdíón, eins og Double-Hack, Frameworks, Island, veitum við það var. Það er svona stóru sjoppin sem voru. Sem sér undir því, þú veist að átt svona minnisjopp. Þetta er bara svona bútík sjoppu sem til af mjög talent fólki, oft fólk sem var í stóru húsunum. Það nefnir ekki verið í stóru húsunum. Það er bara mikið svona björgasi, svo mikið að dóti með svona stígast tilbaka. Og hinn er outsourcað, það er færi. Besti partur af bransaði að vestan. Og sem kringum við gerðum síðustu Asju. Það mátt að vinna fyrir þar. Svo er það sem ekki nefnilega best að vinna. Það skilur einhverju en ekki sem kemur. Já, það er stúdíu í Kína til að gera hlutir við því. Það tók þú heilt ár að fá það sem við vildu, skiljum. Svissi Pétur með mann, þeir eru með crew í Shanghai til að passa þeir fá það sem við vilja fá út úr Kína. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað takk, þetta er ekki takk og þetta er þetta er kultúr allt sem að kemur hann inn í. Alls konar hlutir sem ég Svo fekk alltaf borga strax. Stúdíun, bransunum þannig voru eitt sem bransunum og gata að fóra borga. Þetta er Dr. Apple Hughes stúdíóði. Stóru stúdíun voru eftir að borga þeim alveg strax. Og þeir hafði ekki eitthvað pening til að fá ekki borgað alveg strax. Og sem stundum eins og fólk sagði um Michael Bay, þú gerir skot. Við ætlum að gera það svona þegar þetta verður ekki virka. Nei, þú gerir það ekki svona, ok, gera þetta. Hann veit að segja, nei, ég vil svona láta laga þetta. Nei, gera það þessu. Sem var aftur svona þess að ég heldur fyrst, flott. Þeir borga fyrir eitt skot. Þeir lögða til þess að 4 sinnum. Það er þá. Hinn er þeir að borga fyrir breytingarna. Þetta er allt í dokkan heitir Life After Pi. Þetta er bara þetta. Það er kíkja á hana. Já, ég er búinn að segja hana. Já, hún er mjög góð. Þetta gefur sko, þetta er svona partur af heiminum, en það var ekki fælan frá. En það sem er svo heldi samt sem að þeir eru mótið kynningar. Eða hvort þau gera eitthvað annað í creative. Þessum, ég sé fólk finnst það svona gaman að tegna. Nei, ekki alltaf. Þetta er bara svo að vera prestuð og segja að ég er bara svona köllun í þetta. Ég er mjög leiðileg og vond manneskja ef ég skapi þetta hluti. Ég er mjög geðvondur og öðrulega mannverða ef ég býð ekki eitthvað til. Svo þetta er bara, maður gerir þetta af yllirinn þetta er bara, þú dregst í þetta þegar þú vilt að gera þetta. Þetta er ekki eitthvað svona heilbrigð, þetta er heilbrigð manneskja ekki fíl, þú er eitthvað mongol idiot að gera það. En þú veist ekki að gera bara því, veitu, viltu fræðum, læknir,
standa og Þetta er setja upp á bara- jökli með, nei, það er að þú verður að vera það. Já, þetta er svona passion, þú veist, Já. business. Þú verður að, þú veist, að lifa svolítið inn í þessum heim. Þetta er ekki svolítið bara 9 to 5, I do this and I go home. Þú ert alltaf ongoing, þú veist, og þetta er, þú veist, sérstaklega, þú veist, með myndir sem eru gerðar og, þú veist, góða myndir sem koma, gaman að stúdera þær, skilurðu, þannig að, þú veist, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast, þú veist, og þessar myndir sem að, þú veist, eins og, þú veist, Big Hero 6, þetta dæmis, þú veist, mjög, þú veist, þeir eru komnir svo bara, þú veist, það er svo skemmtilegt að, þú veist, ég er áður eins og í þrívíkjarmyndum, sko, á eins og, þú veist, þú ert með fígúru og þú býr til riggið eða þess að, bara eins og þú ert með stop-motion brúðum og setur þú jafnið og pósar það, sko. Áður fyrir kannski var, þú veist, ekkert eins mikið á optionum eins og er í dag. Þess að menn eru búin að ná svo mikið þróun, þannig að þeir geta farið aftur í 2D pælingarnar. Já. Skilur þú veist, þess að það er bara, þú veist, old school, squash and stretch og pusha allar pósunar, sko. Þannig að, þú veist, tæknin hefur svolítið hjálpað til, þannig að eins og Disney, sko, þú veist, þeir með svona fyrir myndir og var svolítið vöndun á því að, þú veist, þeir höfðu alveg þetta, hérna, skill sem er náttúrulega bara 2D, en tæknin var ekki alveg það, sko. En núna er þetta komið þangað, þannig að þú veist, þeir geta... Menn er minnst menn átti ekki skrifa aftur það. Tæknin sko byrja að koma, allir eru spenntir fyrir tækninni. Sem er fyrstu pixelum, og það er bara allt þetta, við fengum þetta 3D, 12-tekni myndir við white, og Pixar, svona fórum á hitt sér Pixar skrifaði, þeir voru með póka af myndum, hugmyndir sem áttu frá aðalgöndum með Pixar, komu hugmyndir af X mörgum myndir. Þeir voru mörg ára að klára þessi myndir. Sem kom svona tímið hans Pixar, það sem white man alveg með það besta efnið sitt. Það er því að þeir eru búin með gamla póka hérna. Og þessi Monsters, þarna University.dr, það var bara